Þú ert að hlusta á hlaðvarp.com. Komiði sæl, það kaffisopi númer 2. Við bara byrjaði að fá okkur sopan. Heyrið, já, hljóðið í einhverju rugli hjá mér, þannig að ég biðst bara afsökunar á því. En kaffisopi dagsins, hann fjallar gamaldags nafnahúmor, mögulega svona eitthvað menningarlegt óviðeigandi eitthvað, nei, ég segi það ekki. Ég var að skoða yfir gamla statusa á Facebook hjá mér og þar fann ég status þar sem ég hafði birt komment við annan status frá öðrum aðila og þar sem svona nafnaleikir komið fram. Og auðvitað voru það frændur okkar Finnar sem að urðu mest fyrir barðinu á þessu, en ég tók þetta komment, ég endurskrifaði þetta og nú ætla ég að vera bara eins og hver annar Gen X pappi með pappabrandarana og lesa þetta fyrir ykkur. Gjörið þið svo vel. Yfirlæknir húð- og kynsjúkdómadeildar Háskólasjúkrahússins í Erkilagi, doktor Úrgala Buxunum, hafði samband og vill árétta að Narti Banana sé vanhæfur í starfi vegna fjölskyldutengsla við formann Landssambands Ræktunarsambands Finnlands, Merja Banana. Organisti Dómkirkju Helsinkiborgar, Kirja Sálma, lét þau orð falla að prestur Téðrarkirkju, Missa Hempuna, hafi beitt áhrifum sínum til þess að Narti yrði látin víkja sæti í máli varðar listakonuna Raka Kálfana vegna tengsla sinna við umboðsmann hennar, Taka Aurana, sem einmitt átti í ástarsambandi við Merja. Haft eftir finnskum fjölmiðlum að þetta mál teygir sig til Eystrasaltslandana og hefur samgönguráðherra Litháen, Ótætis Tábergis, neitað öllum ásökunum lúta að sviðsstjóra ferðamálaráðuneytis vísa til herbergis, sem á að hafa greitt götu Raka Kálfana við ósæmilegt athæfi á hóteli í Litháen. Talsmaður lögreglunnar í Vilníus, Nappa Grimmas, vildi ekki staðfesta þetta en vísaði í yfirlýsingu talsmanns finnsku lögreglunnar gagnalekana. Þetta mál mjög víðfeðmt og nær inn í skemmtistaðaflórus Helsinkiborgar. Þar sem skemmtistaðaeigandinn, Rukka gestina, kvaðst ekki hafa haft milligöngu í þessu máli þrátt fyrir ítrekaðar sannanir þar að lútandi. Í rannsókn á einum skemmtistaða Rukka fann fulltrúi heilbrigðisyfirvalda, Kanna Kamrana, umtalsvert magn af ætluðum fíkniefnum sem talið að Rukka gestina og varamarkvörður C-deildarliðs Kjötexi Verja boltana beri ábyrgð á. Málið tók nokkuð óvænta stefnu þegar að rússnesk sendinefnd gerði athugasemdir við framvindu mála. Þar fór fremst í flokki húsnæðismálaráðherrann Besta Búi Smákofa, en í sendinefndinni voru einnig yfirmaður greiningadeildar KGB, Tatjana Launkova, og ritari íþróttamála Jarmila Halarófa. Þær bentu á að finnski bifvélavirkinn Laga Trukkana hefði árabil staðið í ferðum yfir landamæri Finnlands og Rússlands sem að þættu grunsamlegar, sér í lagi þar sem eiginkona hans, Klessa Trukkana, var með í för. Heimildir greinir á hvers vegna það þótti grunsamlegt. Hjónin áttu alltaf í miklum og grunsamlegum samskiptum við áfengisalann Boris Kasaviski og nefaleikarann Vladimir Nevudokin, en skýringarnar sem að Laga og Klessa Trukkana gáfu fyrir ferðum sínum voru að þau væri að flytja varning sem bræðurnir Hakka-Kakalakana, Grilla-Kakalakana og Gilli-Naglalakka-Kakalakana nota í starfi sínu sem meindýraeyðar. Þess ber að geta að sendifulltrúi Finnlands hjá NATO, Army Artillery, komst á snoðir þetta og tilkynnti yfirvöldum þetta. Eins og áður segir, nær málið ansi víða og hafa Afganir sem búið hafa alllengi í Danmörku, Gummeladen og Marmeladen, haldið þessum orðrómi á lofti en ekki verið trúað. Þar til nú, þegar að sátísku frændi þeirra, Recycle bin Laden, skarst í leikinn, sem þá fór málið að taka á sig mynd. Umfjöllun japanska fréttamiðilsins henti þessu bara og sjónvarpsstöðvarinnar Samtaka nú vörpuðu skýrara ljósi á málið eftir að blaðamaðurinn Gemsi Talísíma rannsakaði málið. Í ljós kom
að engin fótur var fyrir þessum ásökunum þegar að forstöðumaður Jólaþorpsins í Rovaniemi opna pakkana, birti áður óbirt einkaskjöl sem hann hafði í fórum sínum. Þetta rugl í dallana sem talar frá fólki í sjokki í Finnlandi. Svo mörg voru þau orð. Ég biðst bara afsökunar á þessum fimmurahúmor og þessum pappahúmor. En þetta var kaffisúpi dagsins. Verðu ykkur á góðu. Þú ert að hlusta á hlaðvarp.com